Þá var komið að mæleiðsögn fyrir Bowman. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Og þá verður bara að taka til sín sem eiga. Ef þú tengir engan veginn við lesturinn fyrir sólarmerkið þitt, það er að segja merkið tengt fæðingardeginu þínu, þá getur vel verið að önnur merki úr stjörnukortinu þínu passi betur í þetta skipti. Og þá ber sérstaklega að nefna tunglmerkið þitt og rísandi merkið. En við skulum demba okkur í lesturinn og byrja við að athuga hvaða Bowman ég er að tala við. Okay. Já, ok. Og því næst skulum við fá uppákomur, áskoranir, aðstæður, það sem er framundan á komandi misseri fyrir þennan Bowman. Ok, og leiðsögn fyrir Bowman. Og hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa á framtíð hjá þessum Bowmani. Ok, kæri Bowmaður, nú vildu spilaleggjast þannig að fortíðin og nútíðin komu saman í einu, þannig að þetta er svona pínu blandað, að það er annarkvort á nýliðin fortíð, það sem er í raunin að gerast núna, eða jafnvel eftir að endurtaka einhverja fortíð. Og það sem er að koma hér finnst mér að að hér eru verið að sýna þig í ákveðinu ljósi þar sem að þú þarft einhvern veginn að vera rosalega skýrt og setja ofboðslega skýr mörk þar sem þú svolítið að höggva á tengsl, höggva og loka á eitthvað sambönd. Þarft að vera rosalega skýrt bara upp á það að geta heilað og grætt og ræktað fyrir þig, og svolítið lagt niður, það er búið að vera eitthvað svona eins og togstreita, barningur, erfiðleika, og þú þarft einhvern veginn bara svolítið að hamra mjög fast á hingað og ekki lengrað, stopp, og þannig að þú hafir næði og tíma til að rækta fyrir þig, taka smá hvíld fyrir þig, þannig að þú þurfir ekki að vera í einhverjum ham og einhverjum barningi. Fyrir einhver ykkar þá er þetta alveg innan náinna sambanda, hvort sem það er gagnvart vinnusambandi, fjölskyldubandi, vináttu, og fyrir marga er þetta í ástarsambandi eða hjónabandi, þar sem að það þarf bara svolítið mjög skýrt að draga línuna og segja hingað og ekki lengra. Og jafnvel bara slíta kontakt alveg til þess að þú getur svona haldið áfram, og getur stigið út úr þessu hlutverki þar sem þú þarft einhvern veginn alltaf að vera í einhverjum barningi, alltaf að vera að hafa svo mikið fyrir hlutunum, og þannig að þú getur bara tekið pásu og lagt svolítið frá þér vopnin og hvílt þig og ræktað fyrir þig. Og þetta er ekkert auðveld ákvörðun. Þetta er meira að segja bara mjög stór og flókin og asnaleg ákvörðun. Það er leiðilegt að þurfa að taka hana. En þú ert alveg á þeim stað og þú eiginlega bara þarft að velja fyrir þig núna. Til þess að þú getur ræktað fyrir þig og byggt þig upp. Og það sem er framundan hjá þér er að þú þarft greinilega að passa hverjum þú treystir, af því að það eru einhverjir í kringum þig sem að
sko eru ekki þér til stuðnings, það kemur alveg skýrt, sko ekki eru allir viðhlæjendur vinir. Sumir í kringum þig eru í rauninni bara svona eins og áskrifundur af orkunni þinni og eru í rauninni ekkert endilega að vilja það besta fyrir þig, heldur sjá eitthvað staðar sinn hag. Og sumir innan gæsalappa vinir, vil fá eitthvað út úr því að horfa á náungan í erfiðleikum og hugga sig við, þegar það er þegar þeirra eigið líf er kannski ekki upp á marga fiska, að þá er svo rosa þægilegt ef það er einhver annar náinn þeim sem hefur það verr. Það eru einhverju þannig vinir í kringu þig, þannig að þú þarft að velja rosalega vel hverju þú treystir, hverju þú hefur innsta hring og passa líka svolítið, sko, passa hvaða tengingar þú heldur í, passa hvaða mögulegu höft þú getur verið að setja sjálfu þér og svona, þú þarft virkilega að passa hverjir eru kringum þig. Það allavega, þarft að velja svolítið vel. Þegar leiðsögnin er að hér er alls konar bæði í samböndum þínum, þær sem eru kringum þig og þessir svokölluðu vinir sem eru ekki vinir. Það er rosalega margt hérna sem þú þarft í rauninu bara gjörsamlega að sleppa tökunum á og láta algjörlega frá þér. Það er ekki auðveld ákvörðun og með margt af því ertu eins og milli steins og sleggju, en þú verður að fylgja algjörlega þinni eigin sannfæringu, réttlætiskenndinni þinni. Ef að réttlætiskenndinni þinni blöskrar einhver framkoma eða einhver gjörningur, þá er það mjög góð vísbending að fara í hina áttina. Þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst það að þú finnir þitt jafnvægi og þá eru hérna einhverju þættir sem þú verður bara að sleppa tökunum alveg komplett á. Það er ekki þar með sagt að þó þú sleppir tökunum á einhverju vináttu núna og hún geti aldrei komið aftur og ef eitthvað þá er meiri líkur að hún snúi aftur í heilbrigðari mynd, sko. Þó svo við ákveðum að taka pásu frá okkur og sambandi með vináttum í dag, þá er ekki eins og manneskjan bara hverfa af yfirborði jarðar og hætti að vera til og þú myndir aldrei hitta hann aftur. En þú þarft alveg að grísi svolítið úr svona innri hringjónu þínum og það eru þannig einstaklingar sem eiga ekkert erindi þangað inn. Þegar hér í framtíðinni þá er mikill viðsnúningur í lífinu. Þú sérð hlutina í nýju ljósi. Þú ert með mun skýrari mörk en áður. Þekkir þau og getur sett þau betur og mér finnst eins og þú sért þar að auki, sko, hlífir þér betur, hlífir hjartað þínu betur og ert að rækta og ávaxta algjörlega fyrir þig sem er mjög góðs vitis. En fyrst og fremst þá er eins og þú sért að hreinsa og losa þig við fólk úr lífinu sem að þú hefur ekkert að gera með í þínum innsta eða innri hringjum núna. Við fáum smá auka einsýn hér. Já, ok, þetta er sárt. Þetta er djöfurlega sárt. Og mér finnst jafnvel að þú hafi verið svikið. Og þú ert með tilfinningar þínar algjörlega á yfirborðinu. Þú ert berskjaldað. Og þetta er sársauki og svik sem kom út frá því að þú gafst traust þitt til einhvers og það var svikið. Það er gífurlegur sársauki þar. Það er mikil endurskoðun hjá þér, mikið að vera að vega og meta. Það er náttúrulega líka verið ákveðin sorg í því að að þetta er ekki, fyrir mörg ykkar þá eru að tala einhver vináttubönd og sambönd, sem að hafa varað lengi og þessi svik koma upp. En það er mikil innri skoðun að vera að vega og meta, þú ert að pæla, vega og meta
og jafnframt líka að athuga hvernig sko er jafnt gefið og þegið í þessu sambandi eða í þessari vináttu. Og finnst þú vera að vega og meta og sjá að það hefur bara ekki verið svoleiðis. Eins og ég segi, það sko miðað við spilin þá liggur í augum uppi að hér hafa verið mjög stór svik. Í einhverjum tilfellum þá bara algjör sko þannig svik að hafi verið bara bókstaflegt framhjáhald í parsambandi eða hjónabandi. Þetta er alveg þannig svik, þannig að þetta er náið samband sem að er svikið, það er svikið traustið. Og já, þannig að þú ert bara mjög lemstrað, það er búið að stinga þig í bakið, þannig að það er, og þú þarft algjörlega að taka bara þinn tíma í hugsa og ígrunda. Það sjá, við erum að taka hérna nokkur aukaspil. Þetta er endir á einhverju, en hins vegar það að eitt endar gefur okkur rými til að skapa eitthvað nýtt. Þetta er að enda og þú ert að fjarlægja þig úr aðstæðum. Það er allavega að fara sitt hver áttina og það gefur rými fyrir þig bæði í þessi innri skoðun þar sem þú ert að vega og meta, og það er að auki sko rækta fyrir þig, og aftur kemur þetta með það að deila ekki sjálfu með hverjum sem er og deila ekki sko einkalífiðinu með hverjum sem er, velja svolítið vandlega hverjir fá að vera innsta hring, að ekki gefa alla upplýsingar uppi, ekki setja allt upp á yfirborðið, veldu rosalega vel hvernig þú treystir. Þetta verður erfitt alveg í þá nokkuð tíma og það verður svefnlausar nætur og kvíði og vanlíðan. En hins vegar þá stígur upp úr þessu, þú stígur upp úr þessum erfiðu tilfinningum, þú finnur ljósið í myrkrinu og þú undirbýrð þig fyrir í rauninni nýja tíma. Og ræktar sjálf þig að nýju. Þannig að sko, já, þetta var nú ekkert rosalega fallegur lestur, því miður, ég vildi að ég gæti bara gefið góða fréttir, en það er bara ekki alltaf þannig. En hins vegar, eins og ég segi, þú munt vaxa frá þessu, þú munt stækka frá þessu. Þetta eru mjög hamlandi aðstæður sem þú ert í núna, og þetta hafa verið hamlandi aðstæður í svolítið tíma núna. Þannig að með því að binda enda á þetta, með því að losa þig út úr þessu, þá muntu fá rými til þess að rækta þig, þannig að þú farð að vaxa, dafna, blómstra. Þetta verður erfitt fyrst sinn, vissulega. Veldu vini þína vel, vertu mjög gagnrýnið á hverju fá að vera inn í innsta hring. Þú munt finna ljós í myrkrinu, þú munt stíga út úr þessum sársauka og erfiðleikum og hefja nýja vegferð þar sem þú ert að rækta fyrir þig, þar sem þú fær rými til að dafna og blómstra. Ok, og ég ætla að fá hér ein erkiengil að lokum til að loka. Það er hér erkiengil Zadkiel. Nú er tími fyrir umbreytingu. Taktu á móti hennu fjólubláa loga. Og þá erum við að tala hér sko fjólublái loginn sem að stendur fyrir heilun, umbreytingu og sem sagt hérna ró, innri ró. Þú ert í umbreytingaferli, það er kaflaskil og umbreyting, þetta er erfitt, en hins vegar þá er hér erkiengil Zadkiel með þér, styður við þig, styður í gennum breytinguna og er alltaf til staðar með þennan fjólubláa loga
fjólubláa eld til þess að hreinsa og í rauninni brenna í burtu kvíðan, sorgina, sársaukann og búa til rými fyrir heilandi orku, fyrir kærleika, fyrir ró og fyrir frið. Þá vil ég segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin rati sönn og réttir þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.